Sólin farin að skína og sumarið á næsta leyti. Það þýðir bara eitt, sundlaugatímabilið að hefjast. Við tókum því forskot á sæluna og hoppuðum í sund á Þelamörk í Hörgársveit. En það var ekki aðeins heitt í veðri og heitt vatn í heitupottunum, heldur líka í sundlauginni sjálfri, sem einmitt það sem gefur henni sérstöðu. Þetta mjög barnvæn sundlaug og barnvænt svæði. Sundlaugin svona 32-3 og eins og núna það 34 gráður sko. Börnin verða ekkert kalt í henni sko. Svo líka að aukast aðeins hjá okkur og örugglega eftir að gera meira, það að fólk að koma að fljóta hérna í lauginni. Og það maður har heyrt á fólki að það mjög gott að fljóta hérna í lauginni. Það ekki einmitt hitinn sem gerir það? Jú, það hitinn. Hérna liggur bara og þeir eru aldrei kalt sko. En skólasund hérna, það fer fram hérna líka? Já, það reyndar krakkarnir hérna, þeim finnst, ef þið farið í aðra laugar sem eru 28-9, sem svona kannski í vaninn, þeim finnst það bara skítkalt sko. Og góðu vön sko. En túristum og útlendingum, finnst þeim þetta ekki hreinlega bara eins og heitupottur þá að koma í sundlauga? Jú, eins og allir vita sem hafa farið til útlanda í sunda, það eru skítkalda laugar þar sko. Svo koma það hérna og þetta bara heitupotturinn sko. Sundlaugin á Þelamörk var byggð á árinu 1943–45 af ungmennafélögunum í nágrenninu og nefnd Jónasarlaug til heiðurs Jónasi Hallgrímssyni, en ljóðum hann má sjá víðsvegar á sundlaugabakkanum. Já, og svo náttúrulega útsýnið. Þessi laug hefur oft komið svona á vinsældalistum, verið í topp 10 á landinu. Þannig að það mjög þægileg laug. Þetta hérna bara rétt við Akureyri líka. Þetta ekki nema kannski 12-13 mínútur að keyra. Já, absolutt. Þannig að þegar maður þar, kemur þá sem ferðamaður, þá ekki langt að fara. Þetta ekki vegalindi sem að menn tala einu sinni innanbæjar á Höfuðborgarsvæðinu. Nei, og hérna raun og veru bara góður rúndur, bara mjög góður rúndur. Þetta malbygg og allt, ekki þessin. Finnur þið fyrir því að fólk frá Akureyri sé mikið að sækja laugina? Já, við erum bara með mikið af fastagestum sem að kaupa árskort jafnvel eða 10 tíma kort og koma hérna. Margir koma daglega njóta þess að vera hér. Hún opin tiltölulega lengi. Þetta ekki vinsælt líka fyrir unglinga og svona pör og slík sem að koma á kvöldin? Jú. Svona oft á sunnudagskvöldum til dæmis. Það svona rómantík í loftinu. Já, ástin blómstrar hérna á sunnudagskvöldunum. Já, ástin blómstrar. Já, ástin svífur hér yfir vötnum og þarf kannski engan að undra, en hér ákaflega gott að koma til að kúpla sig út úr daglegu amstri. Þetta ættu íbúar sveitafélagsins að þekkja betur en flestir, enda fá þeir frítt í sund. Já, þeir fá áskort, sækja bara áskort og fá það og nýta sér það mjög vel. Flestir allavega. Það ekki mörg sveitarfélög sem að bjóða upp á þetta. Þetta ákveðin lífsgæði. Já, ég veit ekki neitt sko, en maður þorir ekki að segja, en þetta eru lífsgæði og þetta bara munur. Og hérna líka, það íþróttamiðstöðin. Hérna koma hópar eru í boltatímum og hver eru helst að sækja íþróttahúsið? Það þessi kallaði bumbubolti, mikið. Fótbolti, svo eru líka körfubolti og svo aðeins að færast í aukinn núna að blak, koma blak. Það svona vakna áhuga á blaki hérna líka. Góðu blakvöllur líka. Og svo afmælisveislur? Afmælisveislur eru vinsælar helgar. Og þá það þú getur komið hérna í sund eftir bumbubolta líka og komið í kaldakerið og fyrir svona gamla skrokka, þá þetta nú ágætis rúndur hérna út á sundlaugarsvæðið eftir boltan. Já, mjög góð rúndur sko, ég sjálfur reynsla því að fara í kaldakerið, það bara mjög gott fyrir svona bumbur eins og mig og maður betri. Það eru komið 70 ár síðan að Jónasarlaug var fyrst tekin í notkun, en staðsetning laugarinnar og uppbyggingin í kring engin tilviljun. Hérna nefnilega heita vatnið. Já, hérna erum við að fá heitt vatn, bara nánast undir okkur á 90 gráður, sem við nýtum í sundlaugar. Þetta náttúrulega náttúrulegt, þetta ákveðin hringrás, hér kemur heita vatnið inn og það nýtt til að hita laugarnar og síðan fer það áfram og áfram nýtt. Já, Akureyringar fá sem sagt affallið hjá okkur sko, eða ekki affall, bara fá heita vatnið. Já, fá varman og hita. Já, varman og hita. Þannig að það bæði Akureyringar komið hingað til þess að hlýja sér og svo sjáum þau að hlýja Akureyringar þegar þeir eru komnir heim. Já, akkurat, þá erum við búin að leggja vinnu í að kæla vatnið niður fyrir þá.